Já, leikur KR og FH fyrir að hefjast hér eftir einhverja 17-18 mínútur. KR á toppi deildarinnar með 10 stig, FH-ingar öðru sæti með 9, þetta fyrir leiki kvöldsins. Og við munum sjá hér á eftir stutt viðtöl sem við tókum við Óttar Magna og Heimir Guðjónsson, KR-ingar sem eru nú í sínum hvoru liðnum eða sínum hvoru liðinu í kvöld. En við allavega spyrjum leikslokum og heyrum svo í leikmönnum eftir leik. Í stórleik KR-inga og FH-inga. Heimir Guðjónsson, kannski 2 spurningar til að byrja með. Hvenær eru vonaðir í Vesturbæinn aftur og Íslandsmeistaratitillinn að fara að ráðast henni í kvöld í Frostaskjólinu? Já, ég meina, maður veit aldrei hvenær fyrir spurningunni, þá veit maður aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér, en ég hef nú trúið því að maður eftir að koma einhvern tíðan tilbaka í KR, ég held að það sé ekki nokkuð spurning, en ég myndi segja það að með hennar leika að þetta er kannski má orða að þetta sé 6 stiga leikur, að þetta svona skiptir töluvert miklu máli í framhaldinu og upp á toppbaráttunni að gera og það er náttúrulega bara mín vona að þetta verði skemmtilegu leikur og bæði þessi lið hafa verið stígandi hjá þeim, hafa verið að spila vel upp á síðkasti og KR lið fyrna sterkt náttúrulega byrjað mjög vel á þessari leiktíð, þannig að ég bara held að þetta verið skemmtilegu leikur. Ertu ánægður með hvernig strákarnir þínir hafa verið þessum æfi tímabili? Já, við kannski byrjuðum ekki vel, töpuðum náttúrulega fyrir Keflavík en svo hefur verið svona stígandi í þessu og við hefum svona kannski verið að spila betur og betur eftir því sem að leikirnir hafa liðið og vonandi verið framhald á því í dag. Þú ert KR-ingur þrátt fyrir að vera í FH-búning í dag og ert að stýra liðið þar sem fjöldinn allir af uppöldum leikmönnum er að fá tækifæri í liðinu. Ert að fara að leika á móti liðið þar sem uppaldið strákar fá nánast engin tækifæri. Er þetta eitthvað sem þú hefur skoðun á varðandi KR-liðið? Nei, auðvitað kannski hefur, ég meina sannleika sagt eins og bendir á réttilega, þá hefur KR ekki verið duglegt að gefa ungum leikmönnum tækifæri og kannski í gegnum tíðina hafa verið að kaupa töluvert af miðlungsleikmönnum sem að kannski hafa ekkert verið að hjálpa klúbbnum neitt mikið. Ég hef ákveðna skoðun á þessu að það er auðvitað betra að vera með uppalið leikmann í liðinu hjá þér heldur en útlending. Af hverju? Af því að sá uppaldi er miklu frekar tilbúinn að leggja harðar að sér heldur en sá erlendi. Akkurat. Takk fyrir þeim, ég gangi yfir þér. Takk. Já, stutt í leik, Óttar Magni, KR-ingar á toppi deildarinnar, stíu undan FH-ingum allavega fyrir leiki kvöldsins. Hvernig líst þér á liðið fyrir þennan leik? Mér bara líst mæta vel á þetta. Við erum búin að vera á toppnum núna í einhverja daga og í fyrsta skipti síðan 2003. Ég fór til Eyja á síðasta leik og kom heim með 3 stig í fyrsta skipti síðan 97, þannig að nú í gær spáði ég 2-0 hjá Barcelona og ég ætla að halda mig þá spáði með þennan leik í kvöld að KR vinni hérna 2-0. Ég ætla að segja ef við ekki vinnum FH heimavöll og öll önnur lið þá höfum við ekkert í þess að gera. Hvernig var þetta frammistaða liðsins í Eyjum? Mér fannst, frammistaða var alveg til fyrirmyndar í fyrri hálfleik en svo fannst mér einhvern veginn, Heimir hefur einhvern veginn náð að berja á sína menn í hálfleiknum og þeir komu út svona ívið sprækari heldur en KR-ingarnir svona heilt yfir seinni hálfleikin en ég sagði að við hefðum unnið svona, þetta hefði verið svona klappsigur en þetta var sigur, markið var flott, fyrirgjöfin frá Gumma var frábær og ég held að við höfum bara farið heim verðskuldað með 3 stig. Þú varst að ræða við Heimir Guðjónsson hérna rétt á hann, varstu eitthvað að reyna að tala hann til og fá hann aftur í Vesturbæinn? Já, eins og maður segir alltaf við Heimir, það er number 10, hans staður er hérna, hann er bara við getum sagt, hann er í einhverju svona útbreiðslustarfsemi hérna suður í Hafnarfirði og hann hefur gert það mjög vel þessi ár sem hann er búinn að vera þar. Hann var reyndar orðið mjög latur og hreyfi lítill síðustu leikina sem hann spilaði, fór lítið út úr hringnum en hann veit hvað hann er að gera og er með frábært lið hérna þannig að það verður verkefni fyrir okkur KR-inga að takast á við þá Takk fyrir það, Óttar Magni. Takk. Tveir milljón sem ég neita aldrei, það er KR útvarp og KR sjónvarp. Tóntu vesen að vera þarna. Jæja, FH-ingar sóttu 3 stig hingað í Vesturbæinn í kvöld og Heimir Guðjónsson er væntanlega sáttur svona fyrir hönd allavega sinna manna núna en þetta var nú mjög jafn leikur og hefði getað dottið hvorum eins með þar. Já, engin spurning. Ég er náttúrulega mjög ánægður að við skildum fá þessi 3 stig því að við vorum að spila á móti gríðarlega sterk og vel skipulögðu
KR-liði sem að lét okkur heldur betur hafa fyrir hlutunum og komust að mínum að þetta er sanngjarnt yfir í þessum leik, en leikurinn er 90 pluss mínútur og við svona kannski eftir markið þá sýndum enn svona karakter sem hefur einkennt þetta lið, FH-lið og náðum að vinna þetta 2-1 en það er aldrei spurt sanngirni í fótbolta, það er bara spurt hver skorar fleiri mörk og við gerum það í dag. Það var svolítið virtist vera óöryggir svona kannski fyrstu 15-20 mínútur í leik þennan manna. Þeir voru mjög óöryggir og kýla boltanum fram en svo allt í einu eins og hendur væri veifað þá breytist þetta allt og þetta gekk bara smurt í liði. Já, við vorum kannski í byrjun þá vorum við varnarlega of langt frá mönnunum okkar. Bjarni Guðjóns fekk allt of mikið plásinn á miðjunni til að athafna sig og við svona eins og við værum svolítið rægir. En svo leiðum við fórum að dekka þetta upp betur og fórum að láta boltan ganga í svona 1 og 2 snertingum eins og við erum góðir í og nota vængina, þá fannst mér þetta skána en ég meina KR-ingarnir voru mjög öflugir og þeir, eins og ég segi, hefðu alveg getað stólið, ekki stólið, maður segir það nú ekki, en unnið leik. Bara svona eitt að lokum, eru einhverju sérstakir leikmenn í KR-liðinu sem að heilla í sumar? Já, náttúrulega Bjarni Guðjóns spilaði vel í þessum leik og það kom mér gríðarlega óvart að Bjöggi skildi vera á bekknum því að hann hefur, í þessum leikum sem ég hef séð KR, þá var hann heillað mjög. Ég har alltaf fundist Björgúlfur góður fótboltamaður og virkaði í fyrna formi, þannig að ég er mjög sáttur að hann skildi vera á bekknum í dag og ég er líka mjög ánægður að Gummi Ben kom ekkert inn á. Takk fyrir það, Heimir, og til að mikil. Já, Logi Ólafsson, þjálfari KR-inga, við töpum þessum leik 2-1 og Heimir Guðjónsson sagði að það nú geta dottið hvorum meginn sem var og var hrifinn af KR-liðinu. Tekur eitthvað jákvætt út úr þessum leik? Ég get svona tekið undir með Heimi að við hefðum átt ég held að það hefði verið sanngjarnt að við fengið meira út úr leiknum en við fengum og við gerðum þau mistök að detta niður og aftarlega og fara út í það að halda fengnum hlut í stað þess að halda fram að spila og gera það sem gekk. En hins vegar þá teljum við okkur líka hafa verið rændir því að fá aukaspyrnu hérna fyrir vítateig þeirra og í staðinn fyrir það þá komast þeirra hraðhlaup og skora sigurmarkið og þannig að en við fengum færi eftir það en ég held að við hefum átt að fá meira út úr þessu. Þú breytir í leikkerfi og skiptir í 4-3-3, er það eitthvað sem þú segir að halda áfram með? Það hefur bara komið ljós. Þetta var svona bara tilraun til þess að reyna að brjóta það á bakafturinn sem hefur verið í gangi í gegn þessu liði og stoppa það sem þeir eru góðir í og ég held að okkur hefði tekist það svona mestu leyti en það eru þarna 2 upplöp sem að drepa okkur í dag. Takk fyrir það, Logi. Þetta er bara stór hættulegt á móti FH og þeir refsuðu okkur og við náum ekki að blokkera fyrirgjafir í hann. Þú brást þér í sókn undir lokin og Bjarni var komin í hafsendin þarna en þá voru þau bara byrjaðir að kýla fram og kannski lítið sem gerðist. Já, ég meina, það var komið í framlengingu þannig að það er ekki mikið hægt að gera þarna, bara reyna að skalla hann í eitthvað og vona til þess að eitthvað heppniskraftaverk gerist en það gengur sjaldan. Hvernig er að spila við hliðina Mark Röttgers í vörninni? Það er bara fínt, ég meina, það er gott spil í honum og hann er fínn varnarmaður. Ég meina, það er ekkert mikið öðruvísi heldur en að spila með Bjarna. Það er bara, við verðum að stíga betur upp saman, allir. Akkurat, Gunnar, þú fékkst fyrsta tækifærið þitt eftir langa bið í KR-liðinu og nýttir það vel, stóðst þig mjög vel og áttir bæði hættulega spretti og fiskaði gult og áttir fallega sendingu fyrir sem hefði nú getað endað með marki. Kemur þetta of seint og fékkst þú of seint að koma inn á? Ég bara stóð mikið alveg nógu vel, við áttum að skora. Ég hefði viljað koma inn og setja eitt mark. En hvað segirðu, of seint? Hvað sagðirðu? Hefur ekki þurft að koma bara fyrir inn á til að breyta einhverju? Það er bara þjálfarinn ákveður þetta. Hann bara ákveði að láta mig þarna inn á og ég bara verið að taka því. Gera eins mikið og ég get á þeim tíma sem ég fæ. Síðast þegar þú lést með KR-ingum og þá varstu mikið látið spila í bakverðinum. Nú kemur inn á vinstra megin í 3 manna sóknarlínu. Er það ekki bara staðan sem hentar þér best? Ég segi alltaf að strækjan sé upp á besta stað minn. En jú, ég er ánægður hérna. Ég spila bara það sem þjálfarinn lætur mig spila. Ef ég spila bakverðin, þá spila ég bara bakverðin. Sætti mig við það. Myndu þið báði vilja Logi héldi sig við þessa liðsuppstillingu? Það töluverður munur á spili liðsins í 4-3-3 eða 4-4-2? Já, ég meina þetta gekk vel en það þurfti þá að vera með meira áherslu á að vera framar á vellinum með sóknarmennina. Ég meina við vorum eiginlega bara með 1 frammi og 5 manna við.
En það var líka bara út af F-fangunum, þannig að okkur fannst þetta myndi geta gengið betur svona, sem ég til að hafa gert, en fáum samt þessi mörk í andlitið. Þannig að það skiptir ekki öllu máli, það er bara að við sigrum leikina. Hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Gunnar? Ég held að ég sé bara hjartanlega sammála því sem hann er að segja. Bara mér er nákvæmlega saman hvernig við spilum 4-4-2, 4-3-3 eða eitthvað, bara ef við vinnum leikinn, þá er ég nógu sáttur. Takk fyrir þetta, strákar.